fulltrúa Sjálfstæðisflokksins verkbókhald. Þá tekur tillöguflytjandi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Forseti og borgarfulltrúar. Mig langar að flytja hér tillögu sem ég held að skipti svolítið máli. Þó að ég held hún tengi saman mörg atriði sem að snerta okkar vinnu og bara margt sem við bara heyrt, bara okkur sem bara bæði borgarfulltrúa og aðra starfsmenn tala og mér finnst bara með mína reynslu úr öðrum störfum þar sem kemur að stjórnum, þá hefur mér fundist það vanti mikilvægan hlekk inn í þær upplýsingar sem við höfum aðgengi að og hvernig við höfum aðgengi að þeim. Og það þess vegna sem að, þetta er auðvitað svolítið praktísk og svona tæknileg tillaga, en ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við sýnum út á við að við hér, borgarfulltrúar, styðjum það að þessar aðferðir sem að til eru og tilheyra því sem kallað verkbókhald verði nýttar á sem besta mögulegan hátt innan borgarkerfisins í þágu allra sem eru að stýra því og vinna í því. Og auðvitað borgarbúa sem borga útsvarið sitt og eiga heimtingu á að sjá betur í gegnum það hvert fjármagn fer. Tillagan hljóðar svona með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn samþykki að tekin verði upp sú meginregla að nýta verkbókhald til að fylgjast með kostnaðarþróun verkefna. Sums staðar í borgarkerfinu er þetta gert nú þegar, en mikilvægt er að innleiða þetta á fleiri stöðum að gera að almennri reglu þó alltaf geti verið undantekningar. Þegar mikið liggur við, eins og í því hagræðingarferli sem borgin glímir nú við, er gríðarlega mikilvægt að gera þessar upplýsingar aðgengilegri. Starfsfólk, stjórnendur og kjörnir fulltrúar þurfa að hafa góða yfirsýn. Þannig má gera betri áætlanir, taka betri ákvarðanir og álag á starfsfólk kemur í ljós. Borgarráði verði falin framkvæmd tillögunnar. Tillagan nær semst ekkert lengra en það, auðvitað gerum við okkur grein fyrir því að það þarf að skoða og gera plön hvernig megi koma þessu fyrir á sem bestan hátt. Sums staðar auðvitað er þetta til í einhverju mynd og sumir stjórnendur hafa eflaust innleitt þetta á einhverjum sviðum. En ég reyndar hef ekki orðið vör við það svo sterkt það sem ég hef komið næst og ég held að það megi gera betur. Ég held að það megi gera miklu betur og þá sérstaklega svona í ákveðnum þáttum. Við erum auðvitað með fjárhagsbókhaldið sem við verðum bara að halda samkvæmt lögum og auðvitað eru það þær upplýsingar sem liggja fyrir og við getum lesið og kynnt okkur öll og borgarbúa líka. Því er auðvitað ætlað að meta svona heildarárangur og gefa okkur einhvern veginn upplýsingar hvernig hlutinni standa og hvernig við ætlum þá að taka okkar ákvarðanir skatt og skyldur og svo framvegis. Verkbókhaldið er hins vegar svona einn angi til viðbótar því sem kallað er fjárhagsbókhald, en það eru ákveðin tæki og aðferðir sem að bara draga fram mikilvæg gögn sem tengjast vinnu, raða þeim saman á mjög skipulagðan og mikilvægan hátt. Þannig að þeir sem að eiga svo að vera að greina þau og byggja á þeim geti gert það á sem bestan hátt. Auðvitað á þetta að vera hverjum stjórnanda mikið kappsmál og ég held að sé alveg þannig, en hins vegar hefur svolítið lenska verið að hið opinbera sinnir ekki alveg þessum hluta bókhalds eins og til dæmis einkafyrirtæki gera. Og það er auðvitað kannski einhverju leyti skiljanlegt því störfin eru svona öðruvísi og þetta eru ekki beintengt við tekjurnar.
En þegar maður fyrir að hugsa þetta dýpra, þá það samt ekki þannig, vegna þess að það streymi inn tekjur og það fer kostnaður út og allt tengist þetta saman. Og það þessi tengsl sem svo mikilvægt að skilja. Ef að maður hefur ekki aðgang að bara góðu verkbókhaldi, þá það einmitt þannig að það erfitt að skilja málin til hlítar, það erfitt að taka svona rökstuddar ákvarðanir, því oft á tíðum þá ákveðin svona dulin vinna í gangi. Maður gerir sér ekki alveg grein fyrir í hvað hlutirnir fara. Hvorki bara hvaða reikninga verið að borga, hvaða aðgiftu vinnu verið að borga og hvað bara verið að gera dagsdaglega. Svo annað sem auðvitað hluti af verkbókhaldi og það gagnavistun og nú veit ég að það unnið að því að ég held að það sé hluti af því sem unnið inn í stjórnkerfis- og lýðræðisráði með það að opna gögnin. Það auðvitað tengist þessu mikið því að ef að það að halda eða skipuleggja gögnin einn hluti af góðu verkbókhaldi. Ég get ekki dæmi bara það að til dæmis bara aðgengi okkar að gögnum engan veginn nógu gott. Og það auðvitað það sem við höfum oft rætt hér og erum að reyna að bæta. Við höfum aðgang að til dæmis öllu því sem ráðið hefur og ef maður viðkomandi ráðið hefur maður aðgang að því á ákveðnu svæði. Hins vegar alveg það hægt að leita eftir því hvernig fundum raðið upp en það erfitt að ná samhengi á stuttum tíma. Og það erfitt að leita, það bara ekki hægt nema bara á orðum á síðu, bara eins og bara hvert einstök tölva leyfir. Og oft það þarf að vera hægt að svona teikna upp hlutina hraðar og mun svona betur en við getum í dag. Allt auðvitað snýst þetta svona skráningu á kostnaði. Og bæði það sem ég keypti eins og ég sagði áðan og einnig líka bara vinnutíma. Og hér erum við auðvitað að reka, hér borgin að, sko ég held að 55% af kostnaði A-hlutans bara launakostnaður. Þannig að þetta eru gríðarlega stórar upphæðir sem við ættum að reyna að svona sjá betri í gegnum. Það auðvitað þannig að oft til dæmis oft eru starfsmenn undir meira álagi en við gerum okkur grein fyrir. Við vitum ekki, sumir starfsmenn eru að vinna fram yfir þann vinnutíma sem þeir fá til dæmis borga fyrir. Á meðan aðrir eru ekki að gera það, aðrir eru hugsanlega, fjölbreytni starfan þetta gríðarleg og svo auðvitað annar hluti sem það að við rekum hér fjölmarga starfshópa og við erum að fá fólk til að taka þátt í því sem fær ekkert laun, það fær engin laun fyrir það og það væri líka mjög áhugavert að sjá þá tölu ekstar. Við vitum ekkert hver hún í dag. Fá allavega upp þann tíma sem að fer í þessi verkefni. Mér finnst eðlilegt að gera þá kröfu og þeir sem að bara vinna í verkefni fyrir borgina hafi aðgang að einhvers staðar að þeir skrái þá einhvern veginn það. Þannig að við getum svona lagt saman í raun og veru og skilið bara betur í hvað umhverfi við erum að vinna og hvaða umhverfi við erum að stjórna. Þetta mun auðvitað líka gera starfsmönnum kleift að gera meiri kröfur, til dæmis ef þeim finnst bara að þeir eigi það skilið. Þeir geti bent á, ég að vinna hérna miklu meira og hafi bara til þess bæra skráningu sem hægt þá að funda í starfsviðtölum. Þetta mjög mikilvægt og svo bara þannig að eins og kannski komað áðan, hið opinbera hefur ekkert verið rosalega svona
ekki allavega hefur verið lengi þá, svona miklu lengur en aðra að tileinka sér kosti þess að halda gott verkbókhald og það eitthvað sem að maður svona, ég held að þið geti hljótið að vera sammála mér með það að það ásamt algjörlega við. Það ekki þannig að bara af því að það opinbert félag þá ekki að beita þessum aðferðum. Það hafa verið notað með gríðarlega miklum árangri, nákvæmlega til þess að hagræða og sko það það sem okkur vantar hér í dag og við ættum að sjálfsögðu að reyna að sinna betur. Og til þess held ég að sé bara mikilvægt að við tökum þessa ákvörðun hér. Við tökum þá ákvörðun hér að þetta sé mikilvægur hlutur og við viljum innleiða þetta, en svo þurfum við auðvitað að finna út hvernig það verður gert og tillagan gengur nú ekkert lengra en það að það verði ákveðnum hópi falið að skoða það. Það auðvitað þannig með störf, bara fjölbreytt störf að þau eru kannski misvel svona, það svona miseinfalt að sjá hversu vel þau eiga heima inn í verkbókhaldi. Maður getur til dæmis vel séð að þeir sem að sinna mörgum verkefnum og að sitja á fundum í mörgum verkefnum á dag og svo þegar vikan líður og mánuðurinn líður, þá gera þeir sér ekki alveg grein fyrir í hvað tíminn fór. Þeir gera sér það ekki nema að hafa haldið einhvers konar bókhald það. Og leið getum við ekki sem stjórnendur lagt mat á, við getum það ekki lagt rétt mat á það. Við fáum ekki áreiðanlegar upplýsingar, við vitum ekki allan kostnaðinn. Og þess vegna þetta svo gríðarlega mikils virði hvað tímann varðar. En auðvitað þurfa að vera undanþágur og þess vegna þær talað í tillögunni sjálfri vegna þess að auðvitað þarf þó að við myndum gjarnan vilja að það sé samþykkt að það sé almenn regla að halda verkbókhald nema að sé ástæða fyrir undanþágu og hún sé þá rökstudd og það getur vel verið fyrir ákveðna hópa það bara gangi ekki upp og það getur þá bara það eitthvað sem við skoðum í framhaldinu og eigi ekki við. Þó að maður sjáu svona, sko ég sjáu og ég nú búin að hugsa þetta svolítið lengi og mikið og unni mjög mikið með þetta. Ég sé eiginlega að þetta, mér finnst þetta eigi við eiginlega allsstaðar. En ég veit að fólki finnst það ekki almennt, þess vegna bara vilja bara hafa skilning á því svo við getum alltaf að byrja einhvern veginn bara að setja niður fyrir okkur. Auðvitað þetta líka þannig að það starfsmenn, sko það þarf alltaf að ríkja alveg mjög mikið traust þegar unnið með þessum hætti. Starfsmenn verða að skilja og vinnustöðin allir þarf að skilja að alltaf þegar þú ert að sinna ykkur starfi þá ákveðin hluti sem fer í bara eitthvað svona sameiginlega pott sem bara hluta því að vera í starfinu, eiga samskipti við fólk án þess að sé alveg hægt að skrá það nákvæmlega á eitthvað verkefni. Þú veist, þá það að sjálfsögðu eðlilegt. Þetta þarf alltaf að vera innan eðlilegra marka, má ekkert verða einhvern veginn of mikið eða of svona nískulegt, ég veit ekki hvernig maður á að kalla hvað orð maður á að nota við það og alls ekki of nákvæmt þannig að fólk finnir sér bara einhvern veginn, þú veist eins og að það bara geti mist starfsánægjuna, það má það ekki heldur, þetta þarf að vera auðvitað þannig að það svona gert grein fyrir því helsta en það bara á að vera sjálfsagt og algjörlega viðurkennt að mikill og bara stór svona ákveðin hluti starfana fer í verkefni sem ekki hægt að skrá á eitthvað lykil en þá kannski hægt að skrá sem kannski þróunarkostnað eða eitthvað kostnað þar sem til dæmis þar sem að einingin þá í einhverju hugmyndavinnu eða ferli eða þá bara eitthvað kostnað sem að bara við getum bara kalla, þú veist það bara ákveðin kostnaður sem að bara felst í því að vinna með öðrum, vera á vinnustað. Það bið og það bara hitt og þetta sem sjálfsagt. En ég held bara alveg eins og ég byrjaði mál mitt með að það sé afar mikilvægt að við bara höfum þessu gögn og vinnum okkur í gegnum þau. Öll svið fari bara í þessa vinnu, við auðvitað bara þá myndum óska að borgarráð færi bara í að plana þetta betur.
bara nákvæmlega eins og fyrirtækir sem selja þjónustuna sína þurfa að geta rökstutt í hvað tíminn fer til þess að geta bara rukkað og bara sýnt fram á kostnaður sé sannlega sá sem viðkomandi segir hann sé, þá alveg nauðsynlegt að við skiljum til fulls í hverju við erum í hvað fær fjármagnið, í hverju erum við að fjárfesta og við eigum að geta gert grein fyrir þessum kostnaði við útvarpsgreiðendur. Og stjórnendur eiga að geta gert grein fyrir þessum kostnaði við okkur borgarfulltrúa. Það myndi held ég einfalda margt og vonandi leiða til þess að við gætum hraðar gripið til viðbragða ef við sjáum að kostnaður að fara eitthvað annað. Við getum líka séð að kannski verkefni sem að áætluð voru einhvern ákveðinn hátt að fara úr böndum eða bara miklu ódýrari en tilstóð. Þú veist, þá getum við bara getum betur skilið verkefnin okkar. Ég held að ég hafi þetta ekkert lengra. Þetta náttúrulega ekkert flókið mál, kannski bara segja það. Eflaust, þetta náttúrulega til í einhverju mynd inn í kerfinu og það mikilvægt að finna það út hvar það gert og hugsanlega mætti nýta þær leiðir annars staðar. Og ég held að við hljótum að geta verið öll sammála það að þetta sérstaklega nauðsynlegt til þess að hagræða á skynsaman hátt. Takk. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka nú bara fyrir þessa tillögu sem að hér komið fram verkbókhald sem að bara mörgu leyti alveg prýðileg. Það auðvitað þannig að verkbókhald hefur verið nýtt hér nokkuð tíma í þeim þáttum starfsemi borgarna sem tengjast eignasjóði og það auðvitað mjög mikilvægt þar. Það eykur og auðveldar eftirlit og eftirfylgni með verkefnum og auðveldar líka áætlanagerð. Það auðveldar að sjá þegar þú hefur fyrirmyndir nákvæmar hvað hlutirnir kosta, hvað að tekið langa tíma og svo framvegis að þá þetta auðvitað mjög mikilvægt tól. Það verður þó að halda því til að haga og reyndar verkbókhald getur líka nýst á mörgum öðrum sviðum. Ég meina verkbókhald getur nýst ágætlega í velferðarþjónustu og víðar en sumstaðar þar sem að störfin eru svona, hvað maður að segja, starfsframlagið að einhverju mati svona huglægara og ófyrirsjáanlegra, að þar verkbókhaldir það nokkuð snúið að færa það í það minnsta. Og ég nefni nú stundum hérna ágæta fyrirsögn á grein sem að hann skrifaði hérna rithöfundurinn ágæti Armand, mann ekki alveg á nafnið á honum, þar sem hann talaði ofríki hins mælanlega og við verðum auðvitað að passa okkur að lenda ekki í því að allt þurfa að vera svo mælanlegt ef við erum ekki með að nákvæmlega skráð þá það einskis virði. Þannig það auðvitað alls ekki. Það mjög langt í frá í okkar samfélagi, okkar menningu og bara í mannlegu eðli. Þannig að ég held til dæmis að víða í menntakerfinu sé verkbókhald, eins og ég sagði, væri það hugsanlega bara til trafala, sko. En að gera að skoða þetta og verkbókhalda og öllu því sem við getum kallað svona hörðumálunum, það svona nokkuð sjálfgefið að það myndi verða okkur til þess að auka yfirsýn og bæta væntanlega áætlanagerð og annað slíkt. Þannig að, já, ég var nú að hugsa að leggja til að þessu yrði vísað í borgarráð en þetta var nú ágætis ræða hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur, upplýsandi og góð ræða og þannig að mér nú eiginlega snúist hugur og að velta fyrir mér að leggja það til við
félaga mína í meirihlutanum og aðra borgarfulltrúa þetta sem að hlusta nú mismikið á mig því miður að við samþykjum bara þessa tillögu og borgarráði verði falin í raun og veru meðferð hennar og borgarráð sjá til þess að það verði fundið út hvar megi koma þessu við. Ég er svona aðeins hikandi vegna þess að það er sagt að það sé eigi að vera meginregla að nýta verkbókhald til að fylgjast með kostnaðarþróun verkefna. Mætti hugsanlega, en það er kannski ekki nauðsynlegt að skeita þar við þar sem við á. Það kannski felst svolítið í útfærslunni og skilaboðin er auðvitað skýrari með þessu. En eins og ég segi, ég held að ég leggi bara til að við samþykjum þessa tillögu og ég vona að það verði einhverju félaga mínir í meiri hlutanum sammála því. Við höfum náttúrulega ekkert borið saman bækur okkar í þessu, við náðum ekki undirbúningsfundi undir þetta. En þetta er ágætis tillaga. Borgarstjóri Loki máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Þá setjum við á borgarstjórn. Ég ætlaði einfaldlega að þakka fyrir þessa tillögu og ágætan rökstuðning með henni og hef ekki mjög miklu við hann að bæta. Nema kannski helst það að svona hugleiðingar eða bætingar á verkferlum tengjast auðvitað umræðu sem að á ekki sér stað bara hér heldur alþjóðlega gæði þjónustu og svona sé ég kröfu þjónustu og gæði þjónustu og kannski aukna þjónustu eða samhliða því að það þarf alltaf að vera að huga því hvernig maður hagræða og gera þetta með skilvirkum hætti og nýta þá upplýsingatæknina. Þetta hefur verið gert víða erlendis, hef ég lesið ýmsum borgum í Bandaríkjunum og þar sem verið að virkja gögn. Einn mikilvægur þáttur þar valdefling fólks sem í framlínu þjónustu. Því að sumir kannski sjá fyrir sér að svona kröfur skráningu það sé verið að anda á hann í hálsmáli á fólki og eitthvað rosalegt eftirlit. En eftir því sem ég hef svona kynnt mér þá getur þetta nýst ekki síst til þess að gefa fólki meira svigrúm. Af því að þessar stífu kröfur í stjórnsýslunni sem við höfum komið okkur upp svona jafnræði og ramma sem þarf að fara eftir og sem að steypir alla dálítið í sama mót, þær eru náttúrulega tilkomnar ástæðu og viðhaldið að þeirra ástæðu að það getur verið mjög erfitt að hafa heildar yfir sín. Eða svona hér áður fyrir var það erfitt en á ekki að vera jafn erfitt með tilkoma allra þessar upplýsingatækni. Og þess vegna þótti öruggast að hafa bara mjög einfalda staðla og stimpla og mót. En með þessu móti þá hægt að, með góðri skráningu af því hvað gert, hver gerir það og fyrir hvern, þá hægt að hafa góða yfirsýn yfir þjónustuveitingu og þá kannski bregðast við ef eitthvað ójafnræði að myndast einhvers staðar bara strax. Þannig að við erum þá með meiri notenda miðaðra rauntíma þjónustu ef svo má orðið komast. Þannig að ég segi þessu mikla kosti og er algjörlega samþykkur því að þetta verði bara samþykkt. Það er borgarfulltrúin Halldór Auðar Svansson Loki máli sínu og það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir síðust á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka góð viðbrögð bæði frá borgarstjóra og borgarfulltrúa Halldóri Auðari Svanssyni og ég bara fagna því mjög að ef við ætlum að samþykkja þetta, mér finnst það bara frábært, mér finnst það í alvörunni meiri háttar og ekki orðið það mér. Það er borgarfulltrúi Áslaug
Friðriksdóttir loki máli sínu, þá ekki fleiri kvartsir hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum þessa tillögu upp, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefi merki. Hún telst samþykkt samhljóma. Við förum fulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til bókunar. Við förum í 5. mál á dagskrá.